Við vorum með einn hérna sem hringdi í þáttinu daginn og var að tala að sko, hann fengi lengri dóm fyrir að vera tekin á bílnum nokkur sinnum. Já. Heldur þeir sem hafa verið að níðast kannski á sínu eigin barni. Veistu hvernig stendur á svona hlutum? Hann situr inn í tæp 8 ár fyrir að vera tekin 11 sinnum próflaus, nokkuð skipti undir áhrifum, sem getur svo verið réttlátur dómur, enda stór hættulegt, en Aron að spyrja, af hverju fá þeir mun styttri dóma kynferðis og barnaníðingar? Þú veist, það eru tveir hlutir sem götustrákar elska. Það eru börn og kvenfólk. Og við viljum bara halda utan það. Já, við viljum verja sakleysið. Já. Og hlúa að börnunum og elska konur eins og það eru reyndislegar. Já, algjörlega. Og af hverju er þetta svona skrítið? Já, bara af hverju er þetta svona furðulegt? Já, sko, ég ætla bara ég ætla bara að vera alveg hreinskilin í öllu sem ég á eftir að því að ég líti á þetta sem svanasöng minn í stjórnmálum á Íslandi. Akkurat. Og eftir að þessum forsetakosningum lýkur ef ég verð ekki kjörinn, þá sé ég fyrir mér að flytja úr landi og finna mér einhverja eigingstað sögur í hugum og fylgjast bara með. Þannig að þetta er hugsanlega svanasöngur minn og í síðasta skipti sem ég kemur viðtal til ykkar og ég á eftir að fara í örfá viðtöl hugsanlega í fjölmiðla og ég steimpla mig út og kveð Ísland. Og ég ætla bara að segja hlutina eins og þeir eru. Dómsvaldið og ég hef skrifað þetta á langa grein, þetta er sennilega svo grein sem ég er stoltastur af. Skrifaði þetta grein í afmæli sitt Hæstaréttar sem kom út á 100 ára afmæli Hæstaréttar. Ég segi þar, dómsvaldið og sagan sýnir yfirleitt svolítið vilhalt og meðvirt með valdinu á hverjum tíma, valdhöfunum. Og þess vegna er það brýnt að dómsvaldið standi upp í hárinu á löggjafanum og framkvæmdavaldinu. Og það er eina leiðin til þess að við getum haldið hlutunum í jafnvægi. Þegar að dómsvaldið byrjar að kóa með valdinu, þá vitum við að við erum á háskalegri braut. Og við vitum það í Íslendinga, bara í Íslandssögunni, að dómsvaldið kóaði með ráðandi öflum öldum saman á Íslandi. Til dæmis ef þú stalst reipi á Íslandi á 17. öld. Bara einu reipi. Þá varstu frá bóndanum og bændurnir voru þeir sem þurftu að vera hinn ráðandi stétt, stórbændurnir. Þá gastu átt von á því að vera sendur í bara tukthúsi til Danmerkur í svokallar rasphús eins og það hét. Og þá var hlutverki að raspa svona rauðan við og þú gerir þetta inn í svona lokuður rými eins og við erum í núna. Fólk lifði kannski, hraustustu menn voru bara dauðir eftir 6 mánuði. Þú fyrst bara svona steinlungu eða þannig. Því að þú fylltist bara lunguna af þessu drasli. Þannig að bara fyrir að stela reipi. Og svona voru dómarnir. Þeir voru svona ofboðslega harðir á meðan leiðst í raun og veru og komist bændur til dæmis upp með að alls konar ógeðslega hluti gagnvart sínu vinnufólki. Það er bara staðreynd. Ofbeldi og jafnvel nauðganir og svo framvegis. Ok, því þeir voru ráðandi stétt. Núna er staðan svo að ofbeldisglæpir af einhverjum ástæðum eru litnir mildum augum á Íslandi. Er það ekki bara nokkuð meginn þannig? Jú. Það er að segja, ef þú horfir á dómaframkvæmdina, þá er hún lin þegar kemur á ofbeldis og jafnvel kynferðisbrotum. En hún er miklu harðar á öðrum sviðum. En þetta, eins og allt annað, í rauninni skýrist af því sem að kallast pólitík og innan lögfræðinar kallast þetta refsipólitík. Það er að segja, fyrir nokkrum árum síðan var til dæmis ákveð, bara það fórast að heilmikil umræða hvað væri hræðilegt að það væri verið að flytja inn dóp til Íslands og bara á nokkrum mánuðum sá maður dóma í fíkniefnamálum fara bara lóðbeint upp. Það er bara þannig. En á sama tíma hefur maður séð, í rauninni hefur maður ekkert séð gerast þegar kemur að því að reyna að fæla fólk frá því að beita ofbeldi og slíku. Það er að segja til eitthvað á sviður refsiréttarins sem heitir almenn varnaðaráhrif, það er að segja fólk horfir á dóminn og segja ég ætla ekki að gera þetta. Og það er sem sagt ein leiðin ef að menn eru teknir bara fyrir alvarleg morð, ef menn eru teknir fyrir morð eða alvarlega líkamsárásir, að þá eigi að gefa
skýr skilaböðum, þetta er ekki lið og menn eru teknir úr umferð og eiga valla afturkvæmt. Það væri einleiðin til þess að reyna að stemma stigu við þessari ofbeldisöldu sem að við raun og veru sjáum á Íslandi. Já, gjörsamlega. Já, og bara og getur verið að þróast út í einhvers konar óöld og ef að það gerist að eins og maður sýnist vera að gerast að fólk lamið út á götu og lögreglan segir bara já, ég myndi ráðleggja að vera ekkit að setja fram kæru gegn þessum manni sko, að þá rauninni brostin á einhvers konar óöld á Íslandi. Og við settum á fót aftur, segi ég, allt þetta dýra, fína ríkiskerfi, við erum að borga alla þessa peninga inn í ríkið til að verja okkur og ef það orðið þannig að ríkið notar ekki fjármunum okkar til að verja lengur okkar eigið öryggi, ef að dómarar á Íslandi get ekki kveðið upp alvöru dóma og réttláta dóma gagnvart ofbeldisfólki og ef að þeir sem að fara með fjármuninu okkar eru farin að eyða þeim í tómasteypu eins og við erum að tala hér pálmatré í glerhylki og sprengjur sem á að nota til að drepa fólk og svona að þá komin tími á einhvers konar endurræsingu. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það áskrift.